Heil og sæl, friður Guðs sé með ykkur. Ég gleðst yfir því skrefið sem stigið hefur verið á hálfu kirkjunnar í átt til aukins lýðræðis og fagna því að nú eru 500 mann sem fá að kjósa biskup. Helst hefði ég vilja að þjóðin öll, það er að segja að þjóðkirkjufólk 18 ára og eldri fengi að kjósa. Það er gleðilegt að starfa í kirkjunni. Ég er fæddur og uppalinn vestur á Ísafirði. Foreldrar mínir Jón Örnólfur Bárðarson sem er látinn, lést 89, hann var kaupmaður og iðnrekandi, og móðir mín Salome Margrét Guðmundsdóttir. Hún býr í Reykjavík og lifir ágætu lífi á 89. aldursári og sér sig sjálf að öllu leyti. Það er þakkarefni. Ég á yndislega konu, hef elskað hann í 40 ár, við höfum 5 börn og 11 barnabörn. Og konan mín er nýkomin heim úr 2 vísitassjum með heimsækja barnabörn í útlöndum. Við eigum fjölskyldu í Genf, í Luxemborg og í New York. Við erum rík. Það var köllun að ég fór að starfa í kirkjunni. Ég hafði ætlað mér allt annað en Jesús Kristur blés lífi í barnatrúna mína og ég breytti stefnu. Ég ætlaði mér út í viðskiptalíf og var reyndar komin í það, rak fyrirtæki, hafði stofnað iðnfyrirtæki og innflutningsverslun og var í námi í endurskoðun. Og kannski hefði ég orðið hagfræðingur. Ég vil ekki vera hagfræðingur í dag, það vil ég segja. En að vera á nótum hagfræði himinsins, það er yndislegt. Og það er mjög einföld hagfræði, hún segir gefðu elsku og þú færð hann tilbaka. Það er hagfræði himinsins. Ég hóf að starfa í kirkjunni, heillaðist af trúarlífi og kirkju og byrjaði að starfa sem leikmaður og gladdist yfir því að vera með fólki sem að fann að Jesús Kristur skipti öllu máli í lífinu. Þetta var í Grensáskirkju í Reykjavík, ég starfaði með séra Halldóri Gröndal og þegar ég hafði verið þar smá tíma þá kom að því að ég fékk svona sterkari löngun til þess að þjóna kirkjunni og úr var það Sigurbjörn Einarsson biskup, hann ákvað að vígja mig sem djákna eftir að ég hafði eytt fé mínu sem þegar ég sendi fyrirtækið og varið því í guðfræðinám í Englandi. Og þegar ég kom heim þá vildi hann vígja mig sem djákna. Eftir ég hafði verið djákni í ár þá fór ég í guðfræðinám og fann köllununa til boðunar og til að verða predikari. Og það var skemmtilegt að setjast í guðfræðideildina og læra. Þegar ég hafði lokið því þá vígðist ég prestsvígslu og einn prófessor minna sagði að ég væri líklega fyrsti djákninn frá því fyrir siðbót sem vígðist prestur. Og ef ég verði vígður biskup þá er það líka söguleg skil í sögunni, atburður sem marka söguleg skil. Ég var á biskupsstofu í 9 ár, starfaði sem verkefnisstjóri safnaðaruppbyggingar og fræðslustjóri kirkjunnar. Ég sótti mér framhaldsnám í Bandaríkjunum í safnaðaruppbyggingu og lauk þar prófi sem heitir Doctor of Ministry og ég hef auk þess verið í námi í Bandaríkjunum í námsleyfi og hugað að predikunarfræðum og núna 3. árið í röð flyt ég fyrirlestra við guðfræðideild predikunina. Eins og kom hérna fram hjá einum frambjóðandana þá getur nú verið varasamt að tala mikið sjálfan sig og verkin sín í kirkjunni því þá kemur í ljós að maður er ómissandi þar og getur ekki orðið biskup. En reynsla hjálpar manni og þekking á viðskiptalífi og hafa rekið fyrirtæki og haft fólk í vinnu og þurft að sjá því fyrir launum og verkefnum, hafa lært hluta af endurskoðun og kunna skila á reikningshald og öðru og hafa síðan starfað á svona fjölbreyttan hátt í kirkjunni sem leikmaður, djákni og prestur og ýmis önnur störf, þá tel ég mig hafa breiða og mikla reynslu í þetta embætti. Ég hef alla tíð haft mikla gleði af þjónustunni. Það er yndislegt starf að vera prestur. Ég er í næst stærsta prestakarl í Reykjavík og hef gríðarlega mikið að gera. Margir leita til mín og ég tala í hverju mánuði yfir 1000 Íslendinga.
Ég skrifa yfir 100 ræður á hverju einasta ári og birti þar allar á vefnum, bæði sem texta og hljóð, og skammast mín ekki fyrir neina þeirra. Og veit að þær eru töluvert notaðar til lestrar og skoðunar víða land. Kirkjan undursamlegt fyrirbrigði. Það að fá að þjóna Guði stórkostlegs, en hún í vanda núna. Og það eru sumir sem halda að strúktúrbreytingar bjargi kirkjunni. Og það algengt að halda að í kreppu þá þurfum bara að breyta strúktúr og skiptum klæði. Það ekki svo. Það þarf hugarfarsbreytingu. Við þurfum biskup sem að tengist fólki og fer landið. Og ég þakka Sigurði fyrir að minna á þá hugmynd að biskupinn fari landið reglulega og messi í fjórðungum. Því hef ég haldið fram frá upphafi framboðs míns. Við þurfum hugarfarsbreytingu og ég ætla nú að leyfa mér hér og vona að það verði nú illa tekið upp að ég hefji passíusálmalestur. Útvarpsstjóri ekkert þetta, nei. Nú fá þeir næsta nýjan dug, nóga djörfung og styrkan hug, augljóslega svo allir sjá, elsku sem drottni höfðu á. Rjúkandi trúar hörin hér, helgur andi svo viðnærir, ljómandi þar af ljósið skín, lífgar hann allt með krafti sín. Og þessi trúarhör, þessi rjúkandi trúarhör sem kirkjan glímir nú við, eða það þarf að tendra þetta ljós að nýju, með nýjum hætti og nýjum krafti. Og við þurfum að sem þjóð og sem kirkjufólk að endurnýja allt Ísland. Kirkjan gengur nú í gegnum erfiða tíma og það þarf að leggja áherslu á að þétta raðir, að sætta fólk og beina sjónum þessar sameiginlegu markmiði kirkjunar sem að boða þjóðinni trú og kristkærleika hans og miskunn. Upprisu trúin gefur okkur fyrirheit að líta á erfiðleikana sem blessun en ekki böl. Prófraun þessi getur hert og elt kirkjuna ef við beinum huga okkar að því að sjá í erfiðleikum tækifæri til að bæta þjónustuna, efla samstöðuna, trúna, vonina og kærleikann. Guð bless okkur í þessu hlutverki. Ég tilbúin til þjónustu nú sem fyrr. Takk fyrir.